já, við þurfum eiginlega að standa hér þá eiginlega til að fletta glæðum, eða ekki? Okay. Fer útsendingin sjálfkrafa í gangs, er það? Ok. Má ég þá byrjum að hafa sæti? Það komið tími til að huga að þessu. Ég snart komin í útsendingu. Það er ekki hljóð. Já, ok, það er gott. Jæja, góðir hálsar. Halldór segir mér að útsending sé byrjuð, þannig að við erum að þessu hljóðlaus ennþá, en við skulum ekki láta netverja bíða og lengi eftir að við hefjumst handa. Þú setur upp að hljóða á þegar ég vil að kickstarta. Ok. Þá byrjum við bara á það. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin hérna á kynningafundin okkar Ferðamálastofu og Ferðaklassans. Við erum að setja af stað aftur, má segja, fundaseríu sem að varð bráður endir á vorið 2020 í fyrra, þegar COVID skall á okkur. Þá vorum við með í pípunum ýmis efni sem að féllu niður, eins og margt annað í samfélaginu, eins og þið þekkið. Og núna erum við mjög glöði við því að okkur sýnist að sé orðið fundafært aftur. Auðvitað hefðum við getið haft hinar þessar kynningar á netinu á þennan tíma, en við erum maður í manns gaman og við kusum frekar að bíða þá til að við gætum líka hist í holdinu, eins og maður segir. Og nú er sá dagur og hann er bjartur og fallegur, þannig að þetta fer vel að stað hjá okkur. Í dag fáið þið svona 2 fyrir 1 díl. Við verðum aldrei sem vant með 2 kynningar í þessu hádegi. Ég ætla að vera svona náttúrulega uppbytunarnúmer fyrir Dr. Gunnar Haraldsson. Og ég mun fjalla það sem við höfum verið að skoða undanfarnar vikur árstíðasveiflur í ferðaþjónustunni. Og Gunnar ætla síðan að kynna það sem að hversu langt menn eru komnir hjá Intellicon, sem er ráðgjafafyrirtæki sem hann stýrir. En síðasta haust að þá réðumst við í nokkur ný stór verkefni hjá Ferðamálastofu og við gerðum það með þeim hætti að við óskuðum eftir umsókn, eiginlega buðum verkefnin út. Og Intellicon var fyrirtæki sem að okkar mati bauð upp á bestu lausnina, bestu sýnina á verkefnið sem að þeir eru að vinna fyrir okkur, sem er spágerð í ferðaþjónustu. Þannig að nú hafa þeir það vandasama verk í höndunum að búa til eiginlega spákerfi. Þetta verður alltaf vera formulegi prósessor og formulegi aðferðafræði, að búa til eiginlega besta kerfi sem hægt er að fá. Þetta vitum við öll að enginn hittir naglan á höfuðið um framtíðina. En markmiðið er, satt að segja, að taka eða fá út úr þessari vinnu besta spákerfi sem hægt er að hugsa sér miðað við alla óvissu. Og ég ætla þá bara að byrja svona á þessu sem ég ætla að fara yfir. Það sem okkur hefur þótt áhugavert hjá Ferðamálastofu er meðal annars það að við vitum að í huga mjög margra á Íslandi þá er íslensk ferðaþjónusta mjög sveiflukennd. Maður er eiginlega alinn upp með þessa möntru í höfðinu að túrisminn á Íslandi sé óvenju sveiflukenndur og þetta stutta sumar okkar sé tíminn þegar allir túristarnir hrúgast inn og við þekkjum það bara samskiptum okkar við aðra og af okkur sjálfum að þetta hefur loðað ansi fast í höfðinu. En við höfum haft á tilfinningunni að það þyrfti að leiðrétta kannski þessa mynd að einhver leyti. Svo við fórum bara í tölurnar og reyndum að átta okkur á staðreyndunum í málunum.
Kannski að byrja þá á því hvað við erum að tala hvað árstíðasveifla er. Hún er fyrst og fremst reglubundin breyting í eftirspurn eftir ferðaþjónustu. Og lykilhugtakið þarna er reglubundin vegna þess að svona uppákomur eins og COVID eða uppákomur eins og eldgos á Reykjanesi, þetta er ekki reglubundnar uppákomur, þó það er mikil áhrif á túrismann. Það er síðan hægt að skilgreina árstíðasveifluna með ólíkum hætti. Í raun og veru hefur maður séð fræðigreinar þar sem hefur verið að skoða ferðaþjónustur hreinlega eftir dögum innan einna viku. Einstaka dæmi hef ég séð það sem menn að skoða hvaða vikur í hverju mánuði eru öflugastar. Til að meita út frá því hvort að fólk fái varðandi lokaltúrismann, hvort að fyrsta vikan í mánuði sé stærri heldur en aðra vikur vegna þess að fólk er nýbúið að fá útborgað. En síðan það sem er nú mest fókus á eðlilega er hver sveiflan er innan árs. Og þá er nú yfirleitt smæsta einingin mánuður sem menn er að skoða, en oft sér maður líka ársfjórðunga. Og stundum í einstaka greinum og umfjöllun þá eru menn að skoða það sem menn kalla háönnuna, sem er sumarið yfirleitt, versus láönnuna sem er veturinn. Og einn skiptir þessu árinu upp í 3 tímabil og talar axlirnar, axlirnar á háönnunni sem eru þá jaðarmánuðirnir fyrir og eftir hásumarið. Svo það er þetta að velja. Og hérna eru 2 skilgreiningar, Butler. Þetta er grein frá 94, hún er náttúrulega eldgömul en hún er mikið vitnað í hana, þannig að ég leyfi ykkur að sjá hérna skilgreiningar á þessu fyrirbrigði frá honum og síðan Cooper 2005 og þið sjáuð að þarna er nú ég ekki að lesa þetta upp fyrir ykkur en þarna er verið að leggja áherslu á þetta sem tímabundin sveifla eða tímabundið ójafnvægi eins og þarna segir í fyrirbrigðinu túrisma, phenomenon of tourism. Í fyrirskilgreiningunni, en þið sjáuð hvert menn er að fara með þessu. Nú, það er áhugavert að átta sig á því að það eru 2 megin orsakavaldar ólíkir að árstíðasveiflu í ferðaþjónustu. Náttúrulegu orsakavaldarnir eru mjög sterkir og það er bara eins og það að fólk eltir oftast gott veður og sól þegar það fyrir frí. Og eins má segja að neikvæð veðurfyrirbrigði eins og stormar og fellibyljir á Flórída og í Karabíska hafinu og svo framvegis. Þetta eru þá neikvæð áhrif á túrismann þar. En kannski nú meiri fókus í greiningu á samfélagslegu þættina sem ég kalla svo. Enska heitið er institutional en mér finnst íslenska heitið samfélagslegu ástæða eða drifkraftur miklu betra. Og það er bara mannanna verk, samfélag manna sem býr til þessar sveiflur í túrismann. Og auðvitað eru klassískar ástæður sem allir þekkja, eru skólafríin, síðan sumarlegin, skólafrí víða erlendis eru á vetri, þá eru vetrarfrí og sumstaðar hér á Íslandi líka árið. Og þá fara menn jafnvel á skíði til Akureyrar eða eitthvað svoleiðis. En svo eru sumarlegina yfirleitt alltaf langstærstu og lengstu frítímabilin. Menn skreppa oft eitthvað páskahelgi, hvítasunnuhelgi og svo framvegis og þannig að þessir trúarlegu eða menningarlegu siðir hafa áhrif á ferðahegðun. Og ekki þarf kannski að fjölyrða pílagrímsferðirnar í Íslam og raunar ræðum við ekki eins mikið en gyðingar fara líka í pílagrímsferðir til Jerúsalem og kristnir menn ganga Jakobsveginn og svo framvegis. Þetta veldur allt sveiflum, reglulegu sveiflum. Síðan nú þarna stórir íþróttaviðburðir teknir fram líka en þeir eru kannski alls á jaðrinum vegna þess að Ólympíuleikar til að mynda valda gríðarlegum flutningum af fólki og ferðamennsku en það er alltaf í sikkurri landinu. Þannig að þetta er svona mörgum að kalla þetta árstíðasveiflu. En alltaf hafa þetta með, sumir ræða þetta í sínum greinum. Nú, hvað öðru leyti, hvaða mæleiningar erum við að tala um? Jú, við getum verið að tala um alls konar landsvæði, allt frá við getum verið að skoða heilu álfurnar og bera þær saman, niður í bara einstaka bæi, einstaka áfangastæði og allt þar á milli.
Nú varðandi síðan mælistarðina sjálfa sem menn nota til að átta sig á sveiflunni, að þá ýmislegt að velja og þarna eru þær algengustu. Það sem sagt farþegafjöldi til og frá löndum, álfum, áfangastöðum. Það fjöldi gistinátta. Það getur verið síðan skilgreint með mismunandi hætti og maður sér það. Sem einblína á hótelgistingu, aðrir taka miklu víðari nálgun og taka með svona óformlegri og ódýrari gistingu. Gestakomur á gististaði sér maður stundum. Það auðvitað mælikvarði sem skildur gistinóttunum, en bara svo þið áttuð ykkur á mununum að þá náttúrulega má segja að viðskiptavinur sem kemur til að gista á hóteli og ef hann bara skráður einu sinni, að þá það nú kannski ákveðin skekkja að nota þennan mælikvarða því að það hlýtur að vera munur á eftirspurn hvort hann gistir 1 nótt eða 14. Svo við erum mjög hrifnari af því að nota gistinætur heldur en gestakomur. Útgjöld oft notuð. Það eru alls konar aðalega sem fylgjast með og kanna eða mæla útgjöld ferðamanna. Og öll höfum við nú vantilega séð reglulega fréttir kortaveltu ferðamanna og heimamanna á Íslandi sem komi hverju mánuði. Og aðilar hafa líka hreinlega að skoða ásókn í ákveðna áfangastæði þar sem selt inn á þá, hvort sem það eru viðburðir eins og sem að vera eitthvað sýningar í Hörpu eða hvort það selt inn á náttúrustaði og ferðamannastaði eins og víða gert. Ég hef oft séð í Noregi. Þeir varla sleppa tækifærin til að rukka inn á áfangastaði og mér finnst það bara gott hjá þeim. En það hefur lítið verið hér. En það hægt að nota það sem mælikvarða fyrir þetta. Nú, fókusinn hefur verið á neikvæðu hliðarnar á árstíðasveiflunni. Bæði í fræðunum, það fullt af fræðimönnum búin að skrifa þetta, og eins í greininni, og það svo sem ekki ástæðulausu. Það er nefnilega þannig að sveiflan veldur kannski fyrst og fremst því að það vannýting á fjárfestingunni. Þið vitið, innviðunum í atvinnugreininni hluta af árinu og því stærri hluta af árinu sem að fjárfestingin vannýtt, því meiri líkur eru á að arðsemin yfir árið eða yfir tíma verði léleg í greininni. Og lág arðsemi í greininni leiðir til þess að fjárfestar hafa tilhneigingu öðru jöfnu til þess að leita frekar í aðra greinar með peningarna sína. Og þetta hefur leitt til þess að túrismi oft og víða heim og ekki bara á Íslandi, að menn hafa oft rætt það að vantaði fjármagn til að fjárfesta í hvað við kalla innviðum greinarinnar. Og svo hafa einn hefur bent á að það verið erfiðara að halda góðu fagfólki sem hefði góða, djúpa og breiða þekkingu í greininni með aðra greinar af því að það hefði kannski ekki vinna allt árið einu sinni. Síðan á HM-unni þá vandamálið öfugt, þá of mikil notkun á öllu sem að allri fjárfestingu og allri þjónustu í greininni. Og þannig dæmi alls konar hluti sem að geta poppað upp sem neikvæði þættir í ferðaþjónustuna á HM. Síðan snýst það við þegar HM lokið, ef að sveiflan mikil. Og þá menn kannski að mæta á staðinn og þá kannski búið að skerða þjónustuna í ákveðnum skemmtigörðum, áfangastöðum, hvað sem ætlað að gera, helminguna tækjanum lokaður skiljiði, eða þá það að búið að loka ákveðnum stöðum sem menn höfðu áhuga á að skoða. Eitt málefni sem kemur reglulega upp í þessu samhengi kostnaðurinn. Þeir sem eru í greininni kvarta mikið yfir því að þeir þurfi alltaf að sífellt fyrir hverja HM að vera að þjálfa upp nýtt starfsfólk. Það sé alltaf reglulegur þjálfunarkostnaður sem þetta ein hliðin á þessum starfsmannavanda. Hin hliðin á þeim pening sú að ef maður alltaf með lítið þjálfað lítið þjálfað og óvant starfsfólk, að þá hægt við að þjónustan og upplifunin hjá viðskiptamanninu verði léleg fyrir bragðið. Þannig að þetta bítur í skottið hvort og öðru. En bara til að segja það, þrátt fyrir að við segjum með þennan fókus hér á þessi vandkvæði í varðandi sveiflu í ferðaþjónustu, þá þetta náttúrulega ekki bundið við hana á neitt hátt. Og þetta í sjálfu sig alveg sambærilegt við það að menn kvarta yfir og hafa áhyggjur af
hagsveiflunni í þjóðarbúinu í heild, sem líka vinsælt umræðefni og svona áhyggjuefni hjá mörgum. Og þá erum við bara að tala heildarmyndina í staðinn fyrir eina atvinnugrein, þar sem að heildarframleiðslu þættir hagkerfisins eru ekki nógu vel nýttir eða ofnýttir vegna sveiflunar. En það er rétt að nefna líka að því maður má nú ekki bara vera á neikvæðan og dólum á svona fallegum degi, að menn hafa líka bent á jákvæðar afleiðingar, þó að kannski sem finnist það ekki eins vegamiklar, ég veit það ekki, að því við á Íslandi stundum nú náttúrutúrisma í miklu mæli, að þá hefur nú verið bent á að lágönnun er tími fyrir þessa viðkvæmu náttúru sem er segullinn, sem dregur að til þess að ná sér. Og ef við værum með júlítrafík allt ári hér á Íslandi á helstu áfangastöðum, Þingvöllum, Gullfossa, Geysi og svo framvegis, það má spyrja sig hvernig þið litu út eftir nokkur ár. Þetta hvílir líka starfsfólkið í greininni og það sem kannski líka skiptir máli, þetta hvílir nær samfélagið. Samfélagið sem er í svona verður fyrir því að það kemur kannski holskefla af túristum inn og allt fyrir annan gír og annan tempó í langan tíma. Það getur verið gott fyrir samfélagið að fá hvíldina og jafnvel þó maður væri ekki svona ummyggjusamur akkurat fyrir nærsamfélaginu, væri ekki að hugsa þetta ummyggju, að þá skiptir þetta máli vegna þess að afstaða samfélagsins til túrisma skiptir náttúrulega mjög miklu máli það bæði bara hvernig stjórnvöld skoða greinina, horfa greinina, hvaða fjárveitingar hún fær og svo framvegis. Því á endanum samfélagið kjósendur, ekki satt. Og svo framvegis, það er tími til að byggja upp, viðhalda eignum og gæðum. Nokkrir höfundar benda á að það henti ákveðnum hópi fólks að vinna tímabundið, námsmennir náttúrulega príma dæmi það. Og svo líka hefur stundum verið nefnt heimavinnandi fólk. Lágönnun býður upp á það að einmitt nærsamfélagið geti keypt sér þessa þjónustu og notið hennar á lágu verði og svo í síðasta lagi að ferðamenn hugsanlega fá meira og betra út úr ferðinni þegar þeir eru á lágönnu. En að því að fókusin nú mikið á neikvæðu sveiflurnar eða neikvæðu afleiðingarnar, að þá er miklu meira til hvernig við eigum að draga úr þeim. Það er enginn sem hefur skrifað hvernig við eigum að auka sveiflur í ferðaþjónustu. Og það eru nokkra svona meginstrategíur til, sem ég ætla bara að renna mjög stutt yfir. Í fyrsta lagi er að byggja upp það sem við getum kallað segla fyrir lágönnina, eitthvað sem laðar að ferðamennina fyrir utan HN og svona í íslensku samhengi þá er ágætt að nefna að þetta oft gjarnan svona viðburðir, festíval, hátíðir og í íslenska samhenginu þá gaman að nefna þessi atriði. Þetta allt svona eitthvað sem hefur að búa til sem segla til að lengja ferðaárið og jafna það. Og við sem erum að verða með eldstamót í salnum og áhærtahópnum, að við munum eftir auglýsingaherferð Icelandair sem var Dirty Weekend, komið og eigið Dirty Weekend á Íslandi. Og þetta var mjög umdeilt af því að þetta er svona kannski svolítið á mörgunum. En Icelandair Airwaves, mjög flott dæmi segul sem er búið að búa til. Food and Fun, Reykjavík Food and Fun og svo framvegis. Og Sónar í Reykjavík er sem sagt tónlistarhátíð líka. Síðan getur skipt máli í þessu og það er mjög mikilvægur partur að byggja fjölbreyttari ferðaafurðir. Og það er ýmist að þetta séu ferðaafurðir sem eru komplementari, sem sagt eru með aðdráttarafl á ólíkum árstímum, samanber skíðaferðir á veturna og síðan gönguferðir og golfferðir og eitthvað og slíkt á sumrin. Eða bæði náttúrulega helst að maður byggir upp segla sem eru ekki svo bundnir árstíðunum. Og ég með að segja að Bláa lónið er náttúrulega eitt flottasta dæmið á Íslandi það. Og svo maður náttúrulega segja að Gullni hringurinn sé líka, hann er allt árið á fullu gasi eða vinsæll og fleira. Markaðsaðgreining, það er sem sagt hvernig maður laðar að ólíka tegundir af kunnum eftir árstíðum.
maður laða kannski að ellilífeyrisþegana og hugsanlega tekjulegra fólk og svo framvegis á lágauninni og maður reynir að fá hátekjufólkið mest á háauninni, þá sem hafa styttri tíma og svo framvegis. Það leiðir inn í verðlagninguna, maður náttúrulega reynir að stýra þessu líka með verðinu á háan versus lágan. Og svo má ekki gleyma því að ríkið, stjórnvöld, geta haft mikil áhrif og í ferðaþjónustu sérstaklega þá finnst manni að ríkið hafi mikilvægara hlutverk heldur en í mörgum öðrum atvinnugreinum á Íslandi. Atvinnugreinin talsvert svona, ekki brotakennd, hún er dreifð, hún er mjög dreifð, það er mjög mikið af litlum aðilum, litlum fyrirtækjum í greininni. Hún í raun og veru samsafn af nokkrum atvinnugreinum sem þjónusta ferðamenn og eins og stundum bent á, margir segja það, hún sé frekar svona samsafn af þjónustuþáttum úr nokkrum atvinnugreinum, frekar jafnvel heldur en ein grein og þannig að þetta er ólíkt til að mynda útgerð, þar sem að þið vitið útgerðarmenn eru sameinað sterkt afl með mjög ákveðin fókus á mjög afmarkað auðlind. Það er miklu auðveldara fyrir atvinnuveginn sjálfan að skipuleggja sig og vinna sína stefnumótun í sjávarútvegi heldur en í ferðaþjónustu. Þannig að ríkið getur haft miklu meira að mínu viti hlutverk við að móta stefnu fyrir greinina heldur en í mörgum öðrum eins og ég sé og byggja upp innviði, sjá markaðsherferðir, Íslandsstofa til að mynda fer reglulega í markaðsherferðir, allir muna ju eftir þessu umdeildu öskurherferðinni síðast. Það er hægt að hjálpa með skattalegum stuðningi, ívilnunum og svo framvegis. Og síðasti parturinn þarna einar bara að lækka kostnaðina á lágauninni. Þá erum við ekki að draga úr sveiflunni, við erum bara að vinna í að draga úr afleiðingum af henni og það ger menn með ýmsum hætti með lokunum, segja upp fólki, ráða tímabundið og svo framvegis. Þetta var svona almenni parturinn til að setja þetta í samhengi hjá okkur og hvað við erum að tala árstíðasveifluna. Og ef við snúum okkur á Íslandi að þá stendur þarna það sem að ég eiginlega byrjaði með að í höfði okkar flestra þá íslensk ferðaþjónusta mjög sveiflukennd í samanburði við önnur lönd. Og bara svo lengi sem ég man eftir mér og ungur maðurinn að þá hefur verið rætt í fjölmiðlum að stjórnvöld og greinin maður reyna að draga úr sveiflum. Og lengi vel var Icelandair talin svona primus motor í þessu. En þá er spurningin, er þetta rétt mynd í dag? Þessi mynd sem við höfum í höfðinu? Og ég ætla að byrja hérna á að sýna ykkur, við þurfum að velja okkur mælikvarða á árstíðasveifluna og ég sýni ykkur bara hér til gamans 5 sveiflumælikvarða sem allir eru mikið notaðir í sjálfu sér. Sveiflu hlutfall sem er að búa til hlutfall af því þegar mest er að gera versus meðaltal ársins. Sveiflu vísir sem er bara öfugt hlutfall. Síðan er vinsælt að búa til vísitölu sem byrjar þá í einhverju grunntímabili upp á 100 og svo er þróunin mælt út frá grunntímabilinu. Nokkra greinar sem ég rekist á að nota Gini-stuðulinn sem er notað mikið í hagfræði og er almennt notað til að lýsa ójöfniði eða hvort að dreifing er mjög jöfn eða hvort hún er mjög sveiflukennd, ójöfn. Og síðan er hlutfall þarna sem maður þekkir vel í fjármálahagfræðinni og eignastýringu sem er breytileikahlutfall. Ég hef valið það efsta í þessum lista, sveifluhlutfallið, og það er bara jafn gott og hvað annað og það er mjög mikið notað í fræðunum. Ég ætla að skýra það aðeins út fyrir ykkur þannig að við verðum samferða í hugsunum um þetta síðustu mínúturnar. Og ég orða þetta svona, þetta svarar spurningunni í raun og veru hversu umfangsmikill er mánuðurinn með flestar gistinætur og ég valið mér gistinætur á hótelum líka, nefna það. Sem er mjög útbreiddur og mikið notaður mælikvarði, enda svo ég bendi nú á það að þá eru til einna gleggst gögn
ef maður ætlar að fara í alþjóðlegan samanburð, þá eru til einna gleggst gögn gistinætur á hótelum. Það bara ekki alls það til gögn alla mælikvarða. Já, hversu umfangsmikill mánuður með flestar gistinætur í hlutfalli við meðaltalið af mánuði fyrir árið í heild. Þetta skýrir raun og veru setjum maður fyrir ofanstrygg, fjölda gistinátta á umfangsmesta mánuðinum, stærsta mánuðinum og maður deilir með meðaltali ársins. Og þetta mælikvarði á sveiflu innan ársins. Og þarna dæmi, ef það eru 200.000 gistinætur í júlí, en meðaltal ársins, sama árs, 100.000, að þá þetta 200.000 deilt með 100.000 eða 2, þá fáum við út sveiflu hlutfallið 2. Ef að dreifingin alveg jöfn yfir árið, alltaf sami fjöldi hvern mánuð ársins, að þá fáum við út hlutfallið 1. Aftur á móti ef allir túristar ársins komi í júlí, í þessum eina hámánuði, að þá hlutfallið 12, þannig að það hámarkið. Og ég ætla að segja ykkur að við erum ekki að fara að tala mikið 10-12 hérna á eftir. En nú kemur mynd sem segir alveg ótrúlega margt og kannski kemur mörgum á óvart. Ég gæti trúa því. Þetta sem sagt sveifluhlutfall í hótelgistingu, gistinóttum á Íslandi frá 2010 og hlutfallin fer hríðfallandi allan tíma frá 2010 og til 2017 og þá eins og við séum búin að ná einhvers konar gólfi eða jafnvægi í 1,5. Þannig að ef maður skoðar tölunar þá kemur í ljós að við höfum náð alveg óbóðslega miklum árangri. Hvort sem við höfum að þakka okkar aðgerðum það eða einhverju öðru, niðurstaðan að það er mjög mikill árangur í að jafna út eða minnka sveifluna í túrisma á Íslandi. Og það gerist bara mjög hratt, þetta eru 6-7 ár og svo náum við þarna ákveðnu svona nivó. Svo það er mjög gott. Þetta er góður árangur. En við viljum líka vita hvar stöndum við þá í dag og hvernig stóðum við segjum árið 2010, fyrir 10 árum, í samanburði við önnur lönd. Og ef við byrjum þá að skoða okkur í samhengi við Norðurlöndin hinn, að þá sjáum við þessi sömu 10 ár og þarna erum við með rauðu brotnulínuna, alveg eins og spútningar niður á við, en hinn Norðurlöndin eru meira og minna tiltölulega flöt. Þau eru með svipað hlutfall frá upphafi tímabilsins til enda. Það vissu almennt aðeins lækkandi hjá þeim líka, en það er miklu, miklu minna. Og þannig að þetta lítur út eins og flöt lína á þessari mynd. Og það sem auðvitað skiptir máli í þessu samhengi, að við erum bara komin næst neðst á Norðurlöndunum árið 2019. Við erum rétt fyrir ofan Finnland. Og Finnland er náttúrulega bara eins og kafbátur þarna, alveg sér á báti, með svo mikinn stöðuleika í ferðaþjónustu. En merkilegt nokk þá erum við komin svona næstum því niðraðum á árið 2019. Og við tökum ekki árið 2020 með, því kannski áttu ykkur á því að augljósum ástæðum, það er bara ár sem er ekki í neinu samhengi við eitt eða neitt annað, segir okkur ekki neitt. Þannig að við erum ekki bara búin að ná mjög miklum árangur á 10 árum, við erum komin mjög neðarlega í sveiflu með Norðurlöndin. En hvað þá ef að Norðurlöndin eru bara sem svæði í alþjóðlegum túrisma, sveiflulönd, hvað með Evrópu til dæmis, að öðru leyti, meginlandið. Kíkjum á þá eftir, hérna ætla ég að sýna ykkur fyrst, þetta er sveiflu hlutfallið 2019 og þið sjáum þarna að Ísland er næst neðst í röðinni, hérna sjáum við í lækkandi röð og ef maður tekur óvegið meðaltal af hinna Norðurlöndunum þá er það sem sagt 1,8 árið 2019 og við erum 1,5, við erum talslega langt fyrir neðan meðaltal hinna Norðurlöndunum. En já, Evrópuríkin, sjáum þið, þarna eru allnokkur Evrópuríki, Ísland er aftur rauða brotnalínan og svo valin ríki sem eru bæði mikilvæg lönd fyrir okkur en eru líka bara mikil og þekkt ferðamannalönd á meginlandinu og svo setja ég hérna inn til enn frekari glöggvunar meðaltali fyrir EU28 ríkin sem sem sagt Evrópusambandssvæðið í heild og þá sjáum við þetta er mjög svipumynd eins og varðandi Norðurlöndin í raun og veru
Evrópuríkin eru tiltölulega flöt yfir þetta 10 ára tímabil. Þau eru ekki að sko lækka hjá sér hlutfallið á sama tíma og við erum að gera það mjög hart og mikið. Og við erum komin bara með neðstu löndum í þessum samanburði. Og ok, maður velur þarna ákveðin lönd til að sýna ykkur en EU28 meðaltali segir náttúrulega heilmikið. Við erum að segja undir því. Við erum 8% undir EU28 svæðinu í heild sinni. Og hérna sjáum við þetta aftur í uppröðun. Ísland er þarna nokkurn veginn í miðju galleríinu og í raun og veru sveiflan í íslenska ferðaþjónustu alls ekki mikil í alþjóðlegu samanburði. Síðan ætla ég rétt í blá lokin að sýna ykkur skoðun á þessu eftir landshlutum. Hluti af strategíin á Íslandi hefur jú verið, einn hluti var að fá fleiri ferðamenn eða dreifa ferðamennum meira yfir árið í komum til Íslands. Hinn parturinn af eiginlega sömu stefnumótun hefur verið að dreifa þeim meira út á landið, ekki satt? Ekki hafa það allir í höfuðborginni og fara bara gullar hringinn. Og það er það að við erum með gögn fyrir landshlutana, þannig að það er að skoða þá líka. Og hérna sjáum við áratuginn fyrir ólíka landshluta og það er í sjálfu sér eftirtektarvert að sjá að hérna Austurland sker sér svolítið úr, það er bláa línan efst. Bæði er það nú að sveiflan fer nú hækkandi fyrstu árin á þessu tímabili, öfugt við alla hina landslutuna og svo það að þarna er hæsta hlutfallið, það er í þessum landshluta. Og annað sem að í sjálfu sér kemur ekki á óvart að það er að höfuðborgarsvæðið sem er gult þarna, að það er með bæði sko lægstu sveifluna í túrisma yfir árið öll árin og það er minni sveifla í sveiflunni. Það er bara þetta beinni lína. Þannig að stöðuleikinn er mestur í höfuðborginni í tvenns konar skilningi. En þarna hefur náðst bara fínn árangur, mestur árangur hefur náðst á Suðurlandi. Við erum að tala 36% lækkun á sveifluhlutfalli á þessum 10 árum. Það er góð lækkun líka á Vesturlandi, Vestfjörðum. Því miður erum við nú ekki með aðgreind, við bara fáum ekki gögn frá Hagstofunni sem aðgreinir Vesturland og Vestfirði. Það er nú svolítið bagalegt finnst okkur stundum. En þetta er sem sagt gefið upp saman en þar er sem sagt 30% lækkun og síðan geta menn þá rökrætt það og reynda að finna út af því svona huglægt hvort það er Vesturlandið eða Vestfirðirnir sem er að lækka mest af þessu, eða af þessum tveimur. Og ég myndi nú setja mitt atkvæði á Vesturlandið. Það er 27% lækkun á Norrlandi, mikið lækkun þar. Og síðan kemur að höfuðborginni 24% lækkun á 10 árum. Minnst lækka Suðurnes en þeir voru líka eins og þið sjáuð á myndinni lengst til vinstri, þeir voru mjög lágt, þeir voru næst lægstu sveifluna árið 2010, þannig að þeir voru mjög stöðugir hlutfallslega og þeir lækka þá minnst líka af öllum. Og eru enga síður þarna í árinu 2019 að þá eru þeir fyrir utan höfuðborgarsvæðið með lægstu sveifluna ásamt Suðurlandinu, þeir eiginlega á svipuðum stað. Og hérna sjáum við þetta myndrænt í uppröðun sem er mjög góðum máti til að átta sig á samhenginu. Það sem ég vil benda ykkur á að er athyglisvert við þetta er að sko höfuðborgarsvæðið er eina svæðið sem er marktækt undir meðaltali landsins. Með hlutfall upp á 1,2. Aðrir eru bara á meðaltalinu fyrir ofan það. Þetta segir manni að höfuðborgin hefur mjög mikið vægi. Þessi eini stólpi þarna, hann sko vigtar jafn mikið og allir hinni stólparnir til samans. Nú, við gefum síðan út skýrslu sem sagt á þessu formi þetta á næstu dögum við Ferðamálastofu og þá bætum við ýmsu öðru efni fyrir þá sem vilja lesa og ekki síst að verða hér viðaukar með tölunum sjálfum að baki gröfunum á nokkrum glærum. Fyrir þá sem vilja kynna sér þetta betur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hjá mér. Ég ætla að kynna til sögunar Dr. Gunnar Haraldsson. Hann er okkar besti maður í spágerð, eins og við segjum. Og hann og hans teymi er lagt af stað í þá vandasömu og ég held ég með að segja leið mjög áhugaverðu vegferð
að búa til besta spákerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu sem að völ er á, og ég bara gef þér góðlugunar. Já, svo þarftu náttúrulega græðina. Heyrist í mér? Já, þakka ykkur kærlega fyrir. Það er mér sönn ánægja að fá að koma hér og tala. Það er gaman að þetta er í fyrsta skipti mjög langa tíma sem maður talar fyrir framann fólk svona sem er statt á staðnum, en ég er líka þessu vel vitandi að það er líka fólk þarna úti sem er að fylgjast með, og það er ekki síður gaman að vita til þess. Ég ætla að fjalla hér nokkur atriði í þessu verkefni sem við erum að vinna núna hjá Intellecom, sem að er mjög á okkar mati bæði spennandi og leið er það töluverð áskorun. Þegar Jóhann Viðar segir að búa til besta spákerfi, þá kannski ætlar maður að bæta því við sem völ er á, því að þetta myndi maður vilja geta verið í þeirri aðstöðu að geta spáð algjörlega fyrir framtíðina, en það er bara ekki svo. Við erum lögð á staðinn þessa vegferð og höfum lagt áherslu á það að grunnurinn sem við byggjum á þessa spágerð sé góður. Þannig að við höfum sett upp rannsóknarplan, og fyrsta skrefið í því rannsóknarplani er í raun og veru að undirbyggja vel grunn sem byggt er á, með þá standa föstum fótum í fræðunum sem að bæti liggja og því sem svo sem aðrir hafa gert. Þannig að það sem ég ætla að kynna hér eru þessi hagfræðilegu og tölfræðilegu grundvallaratriði sem að við teljum að máli skipti í þessu samhengi, og þannig þið skulle ekki búast í því að ég komi með spá akkurat núna. Ég get spáð, það er ekkert mál að spá. Það er minnsta mál í heimi. En að spá af einhverju viti, það er flóknara viðfangsefni. Þetta er sem sagt verkefnið. Það er að þróa spálíkan fyrir íslenska ferðaþjónustu, og ég legg áherslu á orðið spálíkan. Að við hugsum þetta sem, þetta geta verið fjöldi líkana, en ég mun koma því nánar eftir. En við erum að einblína á þetta. Það er fjölda erlendra ferðamanna til landsins. Þetta eru svona stærðir sem við erum að spá fyrir. Meðal dvalartími þeirra á landinu, meðaleyðsla og fjöldi gistinótta. Tími líður hratt. Við ætlum að ljúka þessu fyrir árslok 2022. En hluti af þessu verkefni er þekkingaröflun. Og ég segi þekkingaröflun, en ég hef stend í þeirri trú að þekkingaröflun snýst líka samtal. Það snýst líka það að heyra hvað aðrir hafa að segja. Og þess vegna finnst mér þetta tækifæri hér kærkomið til að koma þess að stað. Fá líka fram einhverja kannski hugsanlega umræðu og svo framvegis, og vonandi hjálpar þetta bæði okkur og öllum að lyfta kannski vonandi umræðinni á hærra plan. Eins og Jóhann Viðar var að segja, við erum kannski uppfull af einhverjum mýtum sem að gott er að losna við. En hvað er það? Fyrst ætla ég að fjalla þessum um hagfræðilega grunn, og því verður ekki á móti mælt að þetta er á vissan hátt aldrei tæknilegt viðfangsefni. Og ég mun reyna að tala sem minnst tæknilega, og þar sem að ég gerist tæknilegur, þá vona ég að ég tala um það á þann hátt að fólk sjáu þó skóginn fyrir trjánum. Nú, ég ætla að fjalla stundlega þennan fræðilega grunn og aðra rannsóknir sem hafa gert á þessu sviði, þessi undirliggjandi hagfræðilegu lögmál sem þarna eru, og tala svo niðurstöður og ábendingar ef varðar þennan hluta. Svo ætla ég að tala eins tölfræðina eftir. Það byrja á því að tala hinn hagfræðilega, fræðilega grundvöll sem við stöndum á. Og við erum þannig að það sem kalla mætti hagfræði ferðamennsku, tourism economics, sé undirstaðan til að skilja umsvif og geta spáð fyrir þróun í
í greininni. Og hagfræði snýst í raun og veru að stórum hluta hvernig fólk tekur ákvarðanir, hvað ákvarðanir það tekur og af hverju, hvað það sem ræður ákvarðanir fólks. Og þegar við erum að tala spárum framtíð ferðamennsku, þá hlýtur fókusin að vera á þetta, hvað það sem ræður vali fólks á því? Í fyrsta lagi ferðast og svo hvert það fyrir. Og þegar ég að tala hér, þá bara gott að undirstrika það að hagfræði ferðamennsku mjög vítt fræðasvið. Og ég hér og við erum bara núna að einblína á það sem snýr að spágerðinni. En það þetta alls konar aðrir þættir í hinu víðfeðma fræðasviði sem hagfræði ferðamennsku. En hér ætla ég að tala þessa hluti. Og áður en lengri haldið, og nú hef ég komið, Jóhann við að segja ég væri, mann ekki hvað, spámaður mikil, ég veit nú ekki það, en ég hef kannski neyðst til þess að setja mig í þessar stellingar. Og það rosalega mikilvægt að átta sig á því bara í byrjun. Af hverju erum við að spá? Hvers vegna erum við að standa í þessu? Já, það auðvitað, getur maður sagt, verið hótfyndin og sagt að maður bara fáráviti. En það kannski ágætis ástæða, en það ekki nóg. Spár ju til margra hluta nytsamlegar. Og ég veit að ég að tala hér fyrir fólki sem áttar sig á þessu, jafnvel og ég, að það nú gott að hafa einhvers konar hugmyndir það, hvað maður telja sér líklegt að gerist í framtíðinni. Til dæmis þegar kemur að skipulagningu og ákvarðanir aðgerðir. Jóhann við varum að tala hér á aðgerðir stjórnvalda sem geta verið til dæmis mjög mikilvægar. Og þá gott þegar verið að taka slíkar ákvarðanir, þegar verið að skipa því til framtíðar, hafa einhverju hugmynd það, hvernig framtíðin getur lítið út. Nú, svo það fyrir aðila í greininni, varðandi þá fjárfestingar ákvarðanir og rekstrar ákvarðanir, það mikilvægt að hafa svona einhverju hugmynd hvernig framtíðin getur verið. Og svo má líka nefna það að spár má nota, séu það þannig úr garðindarar, til að meta áhrif aðgerða. Svara spurningum sem snúast hvað ef eitthvað. Hvaða áhrif hefur það hugsanlega á ferðamennsku? Þá erum við að tala hér þessar breytur sem ég nefndi hér á. Og við erum hér, hafandi sagt þetta, þá verður ekki annars sagt. En við erum hér að horfa mjög mikið á gagnsemi. Búa til spá sem nýtist. Sem tiltölulega auðveld í notkun, veiti áreiðanlegar vísbendingar og nýtist sem flestum aðilum. Nú, það gaman að þegar maður fer að lesa sér til og við erum að liggja náttúrulega alltaf yfir þessu að það alltaf gaman að sjá það að rannsóknir í ferðamennsku, þetta ekki bara hagfræði ferðamennsku, þetta nátengt aukningu ferðamennsku. Og þegar að ferðamennska tók mikið við sig hér eftir seinna stríð, þá var þetta mjög mikið gróska í rannsókn á þessu sviði. Leður þetta var efnahagslega áhugavert og mikilvægt, þá jökust rannsóknir hagfræðinga á ferðamennsku. Og þessi ástæður því að fólk fór að ferðast um þetta margbreytilega, þá má nefna auðvitað bara hluti eins og aukin velsæld, aukin frítími og tækniframfarir í ferðamennsku og uppbygging samgöngu innviða eins og flugvalla og vegakerfis og hafnaraðstöðu og svo mætti lengi telja. Þannig að þetta fór þetta saman, þessi aukning í ferðamennsku almennt í heiminum og hver fræðin hafa fjallað ferðamennsku. Og auðvitað þannig að það sem gerir þetta dálítið erfitt það að ferðamennska oft og tíðum ekki mjög svona afmörkuð atvinnugrein. Samanstendur af margskins atvinnugreinum og hefur tengsl inn í mjög margar aðrar atvinnugreinum. Og eins og ég sagði, hagfræðin hún í raun og veru mjög vel til þess fallin að meta og greina valkosti fólks. Gefa okkur forsendu það að fólk hægir sér
nokkurn veginn skynsamlega að gefna þeim upplýsingar sem það hefur og að gefnum þeim forsendum sem að fólk velji skynsamlega og vegi og meti fórnarkostnað ólíks vals, ólíkra aðgerða. Nú með þessu þá greinum við framboð og eftirspurn og svo hagfræðin núna í marga áratugi búin að þróa með sér stærðfræðileg og hagfræðileg líkön til að beita á þessi viðfangsefni. Bara mjög almennt, hvað segja fræðin? Það er mjög mikið af rannsóknum sem eru þetta að kanna áhrif ytri breyta á eftirspurn. Það er að segja hvaða áhrif hefur breytingar í ytri breytum eins og tekjum eða verðlagi eða einhverju slíku. Má jafnvel hugsa sér breytingar í hlutum eins og aldurssamsetningu á eftirspurn. Og verðtekni eftirspurnar hefur verið það sem margir hafa skoðað mjög náið í hvað varðar ferðamennsku og til að vita hvaða áhrif hafa breytingar í verði á magn eða þá fjölda eftirspurnar til ferðamennsku. Og svo til að gera þetta ennþá meira flókið og spennandi þá í staðinn fyrir að vera bara að horfa á einn afmarkaðan markað og þá er hægt að nota matjöfnukerfi eftirspurnarfalla til að meta hvaða áhrif hefur hvernig í raun og veru kristallast samkeppni milli ólíkra ferðamannastaða, áfangastaða í þessum tekjustöðum. Nú tekjur hafa áhrif og það er nefnilega, þetta er eins og Jóhann við erum að tala áðan, það er margt sem finnst þetta því náttúrulega augljóst og þegar maður fyrir að skoða nánar þá kannski það ekki svo augljóst. En það er svona, þetta skiptir auðvitað máli hvað maður er að skoða, en það virðist vera sem að ferðalög séu lúxusvara. Það er að segja tekjutegin eftirspurn. Því sem tekjur okkar hækka, þá eykst ferðaviljaður. En þetta auðvitað, þarna skiptir auðvitað líka máli hvers slags ferðalög við erum að tala og svo framvegis og hvaða markaði við erum að tala Megum ekki gleyma því að í tölunum ferðamenn þá alls konar ferðafólk og það er bara ríðast við núna ég var einu sinni í flugvél í Asíu og hún var full af verkamönnum frá Bangladesh að fara heim til sín. Það er líka ferðamenn, þeir koma líka fram í tölunum en það var ekki beint að þeir litu nú ekki þannig útbeint grein en það var eins og við varum eitthvað gríðarlega háar tekjur og það er að fara í lúxusferð. Það er bara ferðalag aftur heim. Þannig að ég bara bent á það að þetta er ekki alveg alltaf einföld. Og svo er annað sem að ég held að sé mjög mikilvægur þáttur, sérstaklega og gott fyrir okkur hugsun og kannski margir sem í greininni þekkja að það er svona margt sem bendir til þess að ferðamenn hugsun heildarkostnað ferðar. Þeir eru að taka ákvörðun hvort þeir ætla að fara og hvert þeir ætla að fara. Frekar en þessi að horfa á einstaka kostnaðarþætti. Þannig að þetta, svona í huga er að það jafna þetta alltaf út, já það er ekki dýrt hótel, það er dýrt flug, en á móti kemur eitthvað annað er ódýrara. Það kemur jafn út fyrir fólki þessar ákvörðunartöku sinni eins og að þessu sé snúið við. Þetta er áhugaverður punktur, finnst mér. Nú aðeins, hérna, mér var sagt að þetta aldrei halda fyrirlestur með að vera með dýnamískt hámarkunarvandamál. Ég skellti þess að upp og ég bara byrð þá sem er ekki alveg svona innstiltir inn á að lesa svona jöfnur að ég segi bara eins og í biblíunni, verið óhræddir, þetta er ekki rosalega flókið. Einu sem við erum að segja þetta að einstaklingur, þetta er raunum bara endurvarpa því sem ég var að segja á, einstaklingur, hann er bara hámarka notitætti sitt eða við liggur við að segja hamingju sína yfir það sem hann eftir. Ólíkt til framtíð. Auðvitað gegnum skilyrðum hvaðan á af peningum, hvaðan á af eignum og hvaða möguleikar standa til boða og hver kostnaðurinn er við ólíka valkostur. En þetta er bara til að regla það inn að þegar við erum að taka svona ákvarðanir, við erum bara að endurtaka það
það sem ég sagði það þurfum að horfa til framtíðar. Það þurfum að vega og meta ólíka kosti. Og þetta er ekki bara svona fancy stærðræði til að eitthvað sýnast, heldur, og við erum búin að greina þetta töluvert, að það sem er áherslu í þessu að ferðalagið er í raun og veru að nýta þessu fjárfestingu. Af því að það að kaupa ferð, ég gerði þetta bara í fyrradag, í fyrsta skipti 1,5 ár, gaman að segja því, það er fram í tíma. Ég er ekki að kaupa þetta núna, alltaf báta núna, það er yfirleitt fram í tíma. Og þess vegna verði ég að taka þessi ákvörðun allir með svona einhverja hugmyndum vænt gildi í framtíðinni. Það er óvissa í þessu. Og þetta því það er alltaf einhver áhætta út frá sjónarhorni neytandans. Og annað sem er mjög mikilvægt í þessu sem er mjög mikilvægt að mínum að þetta niðurstaða á þessu greiningu er það að þetta er annað hvort eða. Það kaupir ekki 1/3 úr ferð ekkert. Ákvæmst kaupir maður ferðina eða ekki. Þetta er svona, þetta er ekkert svo sem sér ferðarþjónustu fyrirbæri en þó, þetta gerir það verkum svona það þarf til þess þegar maður er að skoða fræðin vegna þess að þetta er ekki eins og að maður kaupir ýmislegt annað sem getur keypt bara ólíkt miklu magni. Þetta er aðeins á ábyrgð. Nú þetta var með eftirspurn. Framboð, það er líka áhugavert í hagfræði ferðamennsku að framboðið er tregbreytanlegt til skamms tíma. Afkastagetan getur verið takmarkandi og ég ætla að mynda þess á eftir, en við getum bara tekið dæmi að það eru oft í ferðamennsku svona efri mörk á hvers framboðið getur verið. Bara við getum hugsað, við getum tekið bara ákveðt dæmi af Íslandi að það trúlega hefur mjög mikið að segja bara hver afkastageta flugstöðvarinnar Keflavíkurflugvöll. Hún getur sett efri mörk á það, hvað getur það á móti mörk? Og svona út frá hagfræðilegu sjónarmiði, þá er afkastagetan eða vannýtt, þó ef hún er skynsamlega ákveðin, þá á hún að vera. Aukið framboð gerist með tímatöf. Mér finnst alltaf best að hugsa þetta með svo flugstöðunum, Stækkun flugstöðunum gerist ekki bara núna, við segjum ekki bara stækka flugstöðuna og bara opna á morgun. Þetta tekur tíma. Það er byggingartími og bygging sem þarf í þetta. Og allt þetta, aukið framboð á þessu, þetta er líka áhættu sem fjárfesting. Þannig að fjárfestingar ákvarðanir að auka afkastagjetuna er háð óvissu, háð væntingum framtíðina og þessum er áhætta í þessu. Nú þetta er bara svona til að stella þess aðeins fram, þetta er áhugavert, ef við sjáum þetta eða myndin þess nú vel til skila, þetta er bara P er bara verð og F er fjöldi ferðamenna og við erum þannig með þessi bara voðalega þægilegu klassísku niðurhallandi eftirspurnar höll, herra verð, færri ferðamenn og svo höfum við framboðsfall og það er ekkert af því sem ég var að segja áðan að það væri eðlimark á framboðið. Ef að framboðsfallið lítur út svona, sem er allar ástæður til að ætla, að þá sjáum við það að við þarna það sem er mest bara eftirspurn, þá er þetta bara svona venjulegt, skiljið, verðbreytingar, það var þessi klassísk ári. En ef að við erum komið með eftirspurnina það sem að framboður er orðið takmarkandi þáttur, þá er orðið erfitt að sjá hvað áhrif hærri eftirspurn hefur á fjölda ferðamenn, því að það hefur engin áhrif. Þetta er bara verið að hafa í hugum. Allt því að framboðið fast á þessum tímapunkti. Ég er ekki að segja þetta sé svona núna á Íslandi, en þetta er svona fræðilega það sem það er að hugsa. Við höfum líka svona lagst töluvert yfir þetta að svona út frá hagfræðilegu sjónarmiði þá er mjög trúlegt að það sé auðvitað einhverju jafnvægi í þessu og minnstakosti til svona einhvers skynsamlegs tíma að sé skynsamlegt að líta á
þróun til dæmis í fjöldaferðamanna sem einhvers konar aðlögun af þessu jafnvægi. Svo geta verið aðgerðir sem að breyta því hvað þetta jafnvægi er. En það hefur dreifð sem upp að þetta hefur oft verið talað um þetta og við erum ekkert að finna þetta upp hjólið sko, þá hefur við talað um þessa S-laga kurvu í ferðamennsku. Það er þessi bláa línu með hraði breytingana, þannig að þessi fyrst þá erum við að fara hratt á stað, dregur úr hækkuninni og einhvers konar jafnvægi, þangað til að eitthvað annað breytist. Þetta sé svona eitthvað sem sé eitt óvitlaust að líta til sem grunns í spágerðinni. Nú, svo ég reynir að klára þetta svona einu fræðilega grunn sem við erum að tala um. Þetta er bara rétt til að rifja upp hvað ég er búin að vera að segja. Það er það að til að skilja þetta samspil framboðs og eftirspurnar þá er mikilvægt að hafa þetta fræðilega grunn. Hagfræðin á okkar ég ætla bara að segja okkar mati, ég eiginlega bara ég stend á því fastan í hópinum, hún er góð til að greina hvernig fólk og hagaðilega hegða sér. Nú, við getum notað þessa útleiðslu og eftirspurnarferli til að svara þessum áhugaverðu spurningum sem við höfum hvað ef, hvað er þetta gerist, hvað er hitt gerist, hvað er tekjur aukast, hvað er að verð hækkar, svo framins. Ferðir á Vesturlöndum eru lúxusvara og ákvörðun fólks ferðalög er aðeins ákvörðun. Þetta er fjárfesting til framtíðar, eða það má líta á þetta eins og fjárfesting til framtíðar sem er haldin, sem er tekið undir ávissu og undir ástandi óvissu. Og framboðið, það getur verið trefbreytanlegt til skamms tíma og leitt til takmarkaðrar afkastagetu. Og þetta getur það má ekki gera stór tæknilegur, en þetta getur leitt til þess að svona tölfræðilega getur verið erfitt að meta það ef maður er komin á þennan stað sem framboðið er orðið fast. Af því þá er þessi framboðs- og eftirspurnar orðin erfiðara dreifing. Og hvað viljum við nú draga, hvaða lærdóm viljum við nú draga af þessu? Jú, það meðal annars það, þá hugsa töluvert það hvað eigum við með skammur tími, meðalangur tími og langur tími. Og svona eins og ég er hugsandi standandi hér í dag, þá skiptir þetta mjög miklu máli varðandi framboðið, það er að segja getu okkar til að taka móti ferðamönnum. Og svo auðvitað þarf að huga að þessari óvissu sem er þarna. Og hvaða miklu skiptir máli og hvaða máli skiptir það. Þetta var þetta. Aðeins tölfræðilega hlutan, og ég ætla ekki að tala tölurnar, ég ætla ekki að tala gögnin sjálf. Við erum sjálfsögðu búin að safna miklu gögnum og að greina þau, en ég ætla ekki að tala þau. Ég tala þeirra svona tölfræðilega spára eiginleika þeirra. Aðeins hinn ýmsu líkön sem hafa verið notuð og niðurstöður, rannsókna og spár annarra og segja svo töluvert og það gaf áherslu á það að þetta er umræða sem að mér finnst gaman að eiga við ykkur og vonandi munum við eiga þá umræðu áfram, ég ætla bara að segja það strax. Ég ætla að vona að þessi umræða haldi áfram það í raun og veru hvaða líkan er best. Bara örlítið tölfræðilega spár, bara til fólk átti sig á því, ég vissum að mjög margir þekkja þetta nú þegar, en það er bara mikilvægt að átta sig á því hvað tölfræðilega spár er í raun og veru. Við erum að tala um tölfræðilega spár, en það er þetta hægt að spá með einsum hætti. Þekkið það ná, fólk hefur verið að spá hér í spil og bolla alveg út í eitt og svo er alls konar fólk sem að spára og báðir, en tölfræðilega spár eins og þessum við erum að vinna að þær byggja á að það sé einhvers konar samband á milli þess sem spá á, það er eins og þetta uppsum að hafa og svo er einhver aðeins þettir sem nota til að spá og svo er við með einhverja óvissu þetta að við vitum að þetta er ekki alveg einhvern saman. Þannig að þetta er nú svona gott að hafa þetta svona
hausnum í hugan. Og þá þetta dálítið áhugavert og þess vegna ég stend í hér núna að þið byrjum tvö vandamál tengd. Það er að segja, annars verður að þekkja þessi sambönd, skilja þau, greina þau, meta þau. Það við kallað matsvandamáli. Það sem bara átt að segja á því hvað eru þessi skiptir máli, hvernig skiptir það máli og hvaða áhrif hefur það á inniputuna. Það er reikningsskil. Og svo er það spá. Svo er að taka þessi þetta samband sem er búin að þessi sambönd sem er búin að finna og spá út frá því og meta hver góður spá. Ég þarf alls ekki fyrir það en þetta er svona törfræðilega þá er þetta svona aðferð hámarkslíkinga maximum likelihood og það er bara alveg velja bara það stöðlega parametra sem hámarka líkur á því að gögn sem maður hefur það er svona mesta líkur á því að maður fái þessi gögn sem maður er með en spáin er sem sagt þessi framreining og þetta er og þar kemur þetta líka rosalega óvissa fram því við vitum segjum í matsvandamálunum við sem svona átt og gráði samböndum ykkur starra við það sem við spá, sem við bara til einföldur að segja sér bara fjöldi ferðamann til Íslands. Þá er ekki sjálf gera að það samband haldi áfram saman ekki. Og við þurfum ofta að spá þeim stærri. Nú, ég vona að ég sé ekki búin að rugla ykkur mót, en svo þegar maður lesi literatúri og hvað aðrir hafa gert, þá er í alls konar líkön sem hægt er að nota og hafa verið notuð til að spá fyrir þróun ferðamennsku til framtíðar og það má flokka þessi líkun á ýmsan hátt. Ég hef gert það hér og við höfum gert það þannig að það svona það er þá tímaraða líkun sem er þá bara alltaf nefna þetta sem má kalla barnalega líkan sem er bara henni að spá síðast gildi. Það er bara spá því að ef maður er að spá komum ferðamanna árið 2022, svo best að nota bara hvað komum við til 2021. Og þetta hljómar alveg fáránlegt, en bara rétt að hafa það í huga að þetta líka kemur ekkert mikið verið sömu önnur þegar það verður ferðasamningar. Bara svona þessi sagt. Svo er einföld svona sjálfbyrði líka. Það sem maður lætur gögnin í fortíðinni segja sér framtíðina. Þessi líkar má flækja með þessum hætti og hefur þetta gert. Og svo í það sem eru svona error correction og co-integration model, þeir eru allt af sama meiði á þess að ég ætla að fara til það hér. Svo eru við hreinu eða jafnvel óhreinu hagrannsóknarlega líkön. Það sem við erum hrein orsakalíkön, það sem við spáum bara hefði það það teljum að þessu líkur til þess að það sé tekjur sem að spáði best af því að ef þú ert með herri tekjur og meira og svo bara látum við það orsakasamhengi stjórn og spáni. Mjög oft er einhvers konar blanda slíkum hugsunarhætti og þessum harfnulegu líkunum við tímakalíkunum. Og svo má flækja alls konar hættu, breytilega stika eins og við nefnum þarna. Það er að segja að við leifum að það er einhver þróun í því hvernig við teljum að þessi sambönd séu. Það séu ekki alltaf það sögum, það breytist því. Nú, á síðustu árum hefur verið mjög mikið framþróun í því sem að við köllum þarna einu nafni gervigreindarlíkön, þarna artificial intelligence líkön. Þá aðalega svo tauganetslíkön. Og ég ætla líka svona bara í leiðu mér að kalla þarna það sem er kannski gagnaþyrst líkön sem að það er áhugaverð þróun að við erum alltaf að við erum alltaf
aðgang að, ég ætla ekki að segja betra og betri gögnum, við höfum alltaf aðgang að meira og betri gögnum. Það er áhugaverð þróun sem við erum að reyna að fylgjast alltaf með og höfum reyna að skoða töluvert. Það er að nota þessi gögn sem að verða til dæmis bara á Twitter og svona. Við höfum verið að skoða það og þetta er mjög áhugaverð þróun sem að það er alls í stað. Og svo náttúrulega sem að alls ekki má gera lítið úr, það er alltaf svona það sem við höfum leyft okkur að þýða sem dómgreindar líkön, það er sem hreinlega ýmsar útfærslur til að því að það er bara hreinlega að spyrja fólk þá álit fólks í greininni eða í fræðasamfélaginu eða eitthvað slíkt til að spá fyrir framtíðina og rökstyðja af hverju það telja að framtíðin verði þessi önnur og svo framvegis og það er til alls konar leiðir til að gera svona spákjör betri, til þess að ýtra og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt til. En þá ætla ég bara skemmtilega best beint í þetta að reyna að svara þessu spurningu sem ég setja hvaða líkan er best. Það hefði maður átt að hafa best í gæsalöfum og sigra, sko. En að þessu hvað er best? Fyrsta svarið sem ég get alveg staðið er að það er ekki til einhlít svar við því. Ekki til einhlít svar. Lykilatriði þarna eru þetta til hvers að nota líkan. Og það er mjög mörg af líkönum sem er notað til að spá fyrir ferðamennsku, þau eru ekkert hugsuð endilega þannig. Þau eru kannski, þetta er nánast eins og bara svona keppni í líkanagerð. Þess að það er ekki auðvitað að nota þau, en það getur verið áhugaverð. Áhugaverð frá svona fræðilegum sjónarhóli. Eða þau spá fyrir eitthvað sæmilega á ákveðnum stað, ákveðnum tímabil. Nýtast kannski ekki mikið umræðan það. Það er líka bara mikið þátt að segja því að öll líkön, það er í raun og veru alveg sama hvaða líkön þú notar, finnur aldrei tölfræðið líkan sem að mun spá fyrir áföll eða búning. Ekkert líkan í heiminu spáði fyrir COVID, eins og það sé bara sagt. Spáði ekkert líkan í heiminu fyrir árásum með tvíburaftöku. Þó að við setjum markið hátt í þessari spákjörn, þá áttum við okkur því að við munum ekki ná þessari herri. Ef það breytist forsendur, þá verður líka að breytist leið. Þetta er að gera það verkefni með sérstaklega eftir núinu vegstundi. Þess að það er mjög gaman að sjá að Jóhann Veður var nú ekki að syngja tölurnar frá COVID-tímanum sem hann fyrir saman sögurnar í afstöðunum. En hvað er það? Ég held áfram. Aðrar rannsóknir eru svo sannarlega hjálpa í þessari vinnu því að þau kannski svona veit ákveðin leiðsögn það hvaða breytur við skulum skoða og það eru þetta tekjur ferðamanna, hlutfallslegt verðlag og verðlag á samkeppnismörkuðum og stöðum sem eru áhugaverðar breytur sem við eigum að líta til ásamt annarra. Þetta er svona það sem algengast er. Það er bara mikilvægt átt að þessi. Flóknari líkön eru ekki endilega betri. Þessi líkön sem ég var að nefna rétt áðan, taugagrindar líkön og þessi líkön sem nota, við höfum verið að skoða, sem nota þessi gögn, þau þarf fyrst að þróa frekar og kannski það sem er erfitt við þau er það að það er eiginlega ómögulegt að túlka niðurstöður. Það er bara skýt út niðurstöður. Þetta er svona svartur kassi. Þú setur upp fullt af gögnum og svo kemur það út. Og þú getur ekkert sagt til það hvað gerðist þannig í millitíðinni. Sem er svona eins og ég sé það minnstu kosti og ég er bara eiginlega þessi umræði hér töluverður gallar. Sérstaklega er að nota þetta til dæmis til að taka ákvarðanir. Þá er það bara svona setur fullt af gögnum og svo kemur út niðurstaða og bara þú veist ekki hvað gerðist. Þetta held ég að sé alveg grundvallar. Það er það að hafa öfluga umgjörð spákeppnina. Ég sagði það hérna strax í byrjun, það er ekkert mál að spá. Það er minnsta mál í heiminum. Ég bara komið spá eftir korter eða viljið og
þið getur öll komið spátt hvort þið viljið. 5 mínútur. En það er þetta umgjörðin skiptir gríðarlega. Til að tryggja gæði spáðinnar, yfirfara spáðar og síðast en því síðast að gagnrýna eða koma með athugasemdir eða koma með nýja punkta. Þetta er þessi gríðarlega mikilvægt. Eins og við erum búin að koma okkur niður á að teknu tillit til alls þessa, þá sýnist okkur að það séu svona tímaræði líka séu heppilegust fyrir skemmri tíma 6-8 mánaða spá. Tímaræði líka eins og aðrir er mjög mikið notu hafa gefist vel í spágerð. Þegar ég segi hafa gefist vel, þá er það að spá sem hafa verið byrjað. Þá hefur þetta komið bara mjög vel. Þegar við erum að horfa til lengri tíma, þá sé mitt í tíðinni spár, að þá sé kannski áhugavert að vera með meira hagmælingar líkun til að geta mitt metið þessi hvað er árið og hvað var að langtímisspárnar, þá í raun og veru má segja þessi vaxtar líkun þar sem við erum að fara einhverju jafnvægi, höfum einhverju hugmyndu þar hvar þetta jafnvægi liggur og hver langt við sem komum þau í leið og svo framvegis. Þannig að þetta er það sem ég ætla að segja í byrju og ég eins og ég sagði í byrju, mér finnst gaman að standa hér og tala um þetta og ég svona von mín stendur til þess að við séum líka að reyna að lyfta þekkingu á þessu sviði og umræðu þetta svið á Íslandi upp og kannski vonandi hærra plan. En ég endilega ef það eru spurningar eða athugasemdir þá er ég glaður að reyna að svara því eftir bestu getu. Takk fyrir. Já, ég skal endur til að dartið þetta. Það festist alveg. Getur aðeins að því að maður veit að margir eru að hugsa að nýta netið og gervigreind og Já. kemur inn á það. Já. Og svona gagnrýnað segja að það upplýsingar komið í svaka bóks og svo spíkast á þess að Já. verður það þannig áfram Það er mjög góð spurning, mjög djúp spurning, ég þarf að setja mig inn í bara stellingar, sko. Já, ég held að, já, ég ætla að enda þeirra spurninguna. Það var spurningin það hvort að þessi gervigreindarlíkun og þessi big data líkun, ég var að gagnrýna það, eða sem sagt bent á það að það veri erfitt að því það er svo erfitt að meta hvað hafi gerst, af hverju spáðu því sem þau spá og spurning var þessi hvort að ég telji að þetta muni breytast í framtíðinni. Einfalt svarið því nei. Það er eiginlega vegna þess hvernig þau eru uppbyggð. Þau eru bara uppbyggð þannig að þú tekur inn fullt af gögnum og svo er akkúrat hugmyndin svo að þú hafir ekki hugmyndum, já, nú er ég aðeins einfalda, sko, en svona hreina leiðin er svo að þú ætlar bara að láta gögnin spá sjálf. Þú ætlar ekki að gefa þér fyrirfram einhverjar hugmyndir hvað það er sem skiptir máli svo framvegis. Leiðuð farin að, og þá ætla ég aðeins að kvalifísera þetta svar mitt, leiðuð ég segi nei, þau munu ekki breytast, þá má auðvitað segja, og það hefur verið ákveðin þróun í það átt að auðvitað fólk farið að fikta með þessi gögn. Það er að segja að þú ert með svona líkan en svo bætir þau inn í það að þú haldir nú að það verði stækkun í Keflavík árið eitthvað, þá maður eitthvað gerast, skiljum. Þannig að ég er svona aðeins að kvalifísera en fræðilega í mínum huga eða svona hrein svona gervigreindarlíkun eða slíkt, tauganefnd, þá er svarið nei. Það mun ekki breytast.
af því það er akkurat grunn hugmyndin í aðferðafræðinni að þú ætlar ekki að, sem sagt, þú lætur bara gögnin hrúan í gögn og svo hefur einhverja ákveðna mekanisma til að kannski hreinsa þessum út, þú veist, hver er ekki meðina, hver er auka ekki spágetuna, þá þeim hendur, það er allt gert bara, þá forritar þetta bara, svo það er þetta. Og svo getur við búið til alls konar mekanismum það, og svo, en bara af því að grundvallaratriðið er þetta er black box. Það er hluti aðferð það, já. Af því að þið getið talað um þetta allan dag, sko. Það sem er svo erfitt þegar maður er að spá er að koma ekki fordómum sínum að. Það er kannski kostur við þessi líka. Þú varst með frábæra fyrirlestur náðan sveiflur í ferðarþjónustu og ég meina það er rosalega freistandi að láta það sem maður heldur stjórna því hvernig maður ætlar að spá. Frekar en að láta staðreyndirnar tala. En kannski nefnir þessi, þetta er dálítið svona, fyrir ekki því hvað ég tala mikið, þetta er dálítið áhugavert að því þú ert með þennan balans, sko. Ef þú ætlar að vera með líka þar sem þú vilt ekki koma fordómum að, þá veist þér ekki hvað gerist. Fordómar kannski ekki rétt á það. Fleiri spurningar? Er einhverja spurningar á netinu? Er eitthvað? Nei? Ekki þetta í kommentakerfum? Kannski bara Facebook? Já, hvað er það? Einhverja svíðringar. Já, stýr, þetta ekki. Takk fyrir. Ferðamálastofu og ferðaklassan þökkum Gunnari og hans fólki kærlega fyrir þessa uppfærslu á hvað þeir eru að gera fyrir okkur. Að baki eða með Gunnari er líka vaskur hópur fólks og og við hlökkum mikið til að vinna frekar með þeim að því að koma þessu lengra og fá að fylgjast með því. Þannig náttúrulega vinnan er hjá þeim að flestu leyti. Tvær fræðilegar skýrslur spágerð, þessar tölfræðilegar forsendur spágerðar annars vegar og hagfræðilegar hins vegar verða birtar á vef Ferðamálastofu síðar í dag. Og það er svona, að því ég segi þetta eru fræðilegar skýrslur, að þá eru það miklu teknískari heldur en kynningin í dag. En endilega þið sem eru hér og eru á netinu að fylgjast með, kíkið á þetta. Þetta er mjög áhugavert efni. Og kynningarnar okkar Gunnars koma síðan líka á netið í framhaldinu ásamt streyminu. Þannig að þið getið svona glöggvað ykkur á þessu eða rifið þetta upp eftir henduleikum. En við hjá Ferðaklassan og Ferðamálastofu við þökkum kærlega fyrir þátttökun í dag, bæði heim og heiman eins og maður segir. Segja það í byrjun, kæra þakkir.